höldum áfram hérna í menningarhúsinu Hofi á Akureyri og ætlum að fara að tala mann sem sennilega flestir þekkja. Flestir að séð fangavaktina. Við ætlum ekki að tala við hann, tala hann. Þetta velkomin hérna. Takk að kella fyrir. Takk fyrir. Þú ert að fara að sýna okkur Kenneth-manna. Já. Eða þú ert byrjaðar á því í borginni, ekki? Já, algjörlega. Við erum að rúlla Kenneth núna í svona 3 vikur í Borgarleikhúsinu. Já. Hvernig hefur það gengið? Svakalega vel. Það ekki? Jú. Þetta var alltaf mest umtalaða persónan í fangavaktinni. Já, það sem hérna áhorfendur höfðu mest gaman á og vitnu oftast í. Hann fékk mikið fylgi á sín tíma. Fannst þér hann þurfa framhaldslíf eftir þættina? Heyrðu, hann átti einhverja rödd, sko. Það var eitthvað ósagt, já. Og eða áttu þú kannski bara erfitt með að losa þig við hann? Ég held sko, það er kannski fleira fólk sem átti erfitt með að losa sig við hann. Því að það var stöðugt verið að banka í mann og segja hvenær fáum við meira? Hvenær fáum við að heyra meira frá Kenneth og hvenær verður ekki að sjóna sér um Kenneth og eitthvað. Eru til margir Kenneth-mánar á Íslandi? Já. Ég held það nefnilega, sko. Ég held að Kenneth sé persóna sem við þekkjum öll. Þetta er svona, ef við hugsum tilbaka skóla árin okkar, þá var alltaf einhver í bekknum eða einhver í skólanum sem var svona einhvern veginn aðeins út á kantinum eða einhver í hverfinu. Það þekkja þetta allir eða eru hugsað tilbaka. Einhver sem fótaði sig ekki alveg í skólanum, sem náði ekki að læra að skrifa og einhvern veginn fittaði bara ekkert inn, sko. Og endaði með því að synda frekar á móti straumnum en að fara með og svo einhvern veginn fer hann bara aðeins út af brautinu og enda bara ekstra út í móa. Og þetta er í raun og veru, þetta er Kenneth-máni, sko. Kenneth-máni er bara svona karakter. Og svona í allri komedíunni þá er ofsalega mikil tragedía í þessu líka, sko. Þetta er sorgleg saga á sama tíma og hún er ofsalega fyndin, sko. Því að þetta eru kannski krakkar sem á sínum tíma fá bara ekki greiningar, það er ekki til neitt sem heitir athyglisbrestur eða ofvirkni, dyslexía, greinist illa, bara kerfið á í vandræðum með að finna þessa krakka og veita þeim eitthvað úrræði til þess að fleyta þeim yfir þennan hjalla, veita þeim tækifæri til þess að gera eitthvað annað. Ertu að fara svona djúpt í persónuna í leikritinu? Þetta er bara bakgrunnurinn, hann er þarna, sko. Kómedía er alltaf byggð á einhverjum harmi. Það er ekki til harmlaus kómedía, annars er það ekkert fyndið, sko. Við verðum að vera á einhverju, við verðum að pota í eitthvað sem er til í alvöru, sko. Það er Kenneth, hann byggir á alvöru harmi. Og eru þið kannski að gefa þá rödd einhverjum sem kannski hefur ekki haft mikla rödd í íslensku leikhúsi og bara þessu fólki með ofvirkni, athyglisbrest, allt þetta. Til dæmis. En sko, svo er sýningin, hún er svona, kemur úr annar átt, sko, hún er bara létt og skemmtileg og rosa fyndin og í raun og veru svona sambland af uppistandi og innleik. Við kalla þetta sagnaleikhús eða frásagnaleikhús, þetta er bara með manneskju á sviðinu sem segir sögur af sjálfum sér og það er bara ótrúlega skemmtilegt að sjá sjónarhorn Kenneths á líf og tilveruna, samfélagið okkar og En nú var ég veit að dagvaktin og næturvaktin og þetta var mikið til unni í Spuna, er það ekki? Var þessi sýning unnin á svipaðan hátt? Já, sko, Spuna og Spuna, já. Þetta er ofsalega langt vinnuferli að skrifa 6-8 sjónvarpsseríu. 6 þættir held ég hafi verið. Og Ragnar Bragason, hann vinnur mjög náið með leikhópnum sem kemur fram í seríunni. Og það eru til dæmis höfundateymið á baku vaktina það eru 5 höfundar. Það er Ragnar Bragason sjálfur og Jóhann Ævar sem er líka einn af höfundunum hjá mér. Og svo eru 3 leikarar, eða performerar í seríunni, Jógnar og Jörundur Ragnarsson og Pétur Jón Sigfússon. Þannig að þetta eru svona aðalpersónur í seríunni sem að taka þátt í að skapa sína karaktera og samtöl sem að eiga sér stað í þáttunum. Svo koma aðri leikarar að verkefninu okkur á tímapunkti og þeir taka þátt í þessum díalóg. Og jú, ákveðnuleyti það eru svona spuna vinna inn í þessu. Þættirnir eru svona allir útskrifaðir og þetta er allt skrifað niður, þetta er bara unnið á svona löngu ferli sem að fólk kemur að borðinu, það er unnið smá og svo farið burt og höfundarnir vinna úr þeim efnivið sem er rótað upp í svona ferli og svo er komið aftur á borðinu og það er svona, já, hvað er þið búin að skrifa núna og svo er það lesið og svo er það unnið og Ragnar stýrir þessu og svo leggja allir hugmyndir í púkk og höfundurinn situr við tölvunum sína og hlustar og skrifar stundum eitthvað
og svo rótað aðeins meira og svo fara allir heim og höfundarnir halda áfram að vinna. Þannig að þetta ofsalega langur prósess sem að leiðir allir að því að skrifa út á endanum tilbúið handrit sem bara eins og leikrit sko. Það sem þú átt bara með þína rullu og þú veist hann lítur svona út og þetta textiðinn og svona. Þannig að já, og þetta sambærilegt það sem við vorum að gera í þessu verkefni. Já, við unnið þetta á svipaðan hátt. Já, að miklu leyti sko. Það eru svona, við erum 3 sem komum að skrifum á þessu, ég og Ævar, áðurnefndur og Saga Garðarsdóttir, leikona, uppistandari. Og við bæði skrifum út hugmyndir sem að dúkka upp á ferlinu og svo ræðum við aðra karaktera, ræðum eitthvað sem er svona sambærilegt og svipað og svo vinnum við líka eitthvað leyti í spuna. Þannig að við förum út á gólf og Kenneth bara settur út á gólfið fyrir framann hvítu tústöfluna og svo byrjum við að bulla eitthvað sko. Svo bulla maður bara eitthvað sem mann dettur í hug og svo allt í einu dettur í neinn hugmynd og eitthvað sem, heyrðu, þetta er eitthvað. Svo er það tekið og aftur höfundurinn byrjar að tegja það og svona og toga og svo kannski kemur ykkur á endanum verður það bara einhver allt annari senu. Það verður kannski sena sem fjallar eitthvað allt annað en það sem við vorum að spinna en það er bara einhvern veginn. Sko, sköpunarferli er svo skrítin skepna að ef allir koma dálítið jákvæðir og opnir að þessu ferli þá getur það flogið af stað sko, og það getur orðið að einhverju furðudýri en kannski í upphafi og fyrstu stig ferlisins þau litu allt öðruvísi út sko. Þá var þetta á leiðinni í eitthvað svona formlegan farveg en svo verður þetta kannski eitthvað allt annað. Það er ekki endilega höfðið sem lögðu á staðnum? Nei, akkurat sko. Og strangt til tekið þá vissum við ekki hvernig þessi sýning yrði. Sko, því að það er einhverjar hugmyndir í upphafi. Hvað við erum að fara að gera? Það var einhvers konar uppistand og þetta átti að vera skemmti sýning og þetta var ógeðslega fyndið og skemmtilegt og einhvern veginn svona eins og uppistand. Svo þegar fram í sækir að þá einhvern veginn kemur einhver önnur náttúra, einhver önnur hugmynd í persónunni og í verkinu sem er bara miklu skemmtilegri. Þá fer söguþráðurinn annað, þá breytist eðli frásagnarinnar. Það er líka mjög skrítið ferli að búa til verk upp úr efni sem er áður útgefið. Eins og Kenneth er. Kenneth er bara persóna í sjónvarpsþætti og hann er leikinn fígúra. Þannig að reyna að átta sig á því sko, hvernig virkar þessi karakter. Jú, ok, það er ekki hægt að segja svona, það er ekki hægt að gera þetta sko. Þú verður að finna einhverja leið sem að er eðlileg fyrir þessa persónu. Þannig að við svona, það tók svona tíma að finna þessa línu, finna svona frásagnar aðferðina. Og þegar við fundum það, þá svona opnaðist þetta fyrir okkur sko. Þá gat maður gert hvað sem er í raun og veru því að við komum með svona línuna til þess að fylgja. Og þú stendur bara einn á sviðinu allan tíman og lætur rómsuna ganga. Heyrivillan. Og hvernig er það? Það er ekkert erfitt? Það er ekki erfitt beint, það er bara svo gaman. Það er svo mikið samtal við salinn. Það er svo rosalega mikið hlegið og það er svo gaman sko að þetta verður aldrei einmannlegt í þeim skilningi. Maður er í stöðugu samtali við áhorfendur. Þótt það sé ekki eiginlegt samtal, þá bara það er svo mikið þáttaka í salnum og svo mikið sko gleði í loftinu að það verður skemmtilegt sko. Næstu sýningar í borginni og hérna í Hofi? Næstu sýningar eru hér, í þessu húsi. Föstudaginn, 17. eftir viku hérna í frá. Við erum að sýningu klukkan 7 og aftur klukkan 10 og það eru bara rosa viðtökur og allir selast upp og bara, það er æðislegt sko. Og svo heldur bara áfram eftir það fyrir Svo fyrir við í bæinn og ætlum að sýna bara frá með miðvikudag, 5. laugardag held ég, þar á eftir í Borgarleikhúsinu. Hérna, gangið bara vel með Kenneth Mánaða sem þú ert að fara að gera í framtíðinni. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að fara upp í VFMA. Góðverk dagsins. Góðverk dagsins. Pönnukökur og fleira. Það er geðveiktadagurinn í dag og við ætlum að gera fullt af geðveikum pönnukökum. Og þetta er okkar góðverk vikunar. Já, þetta eru geðveikar pönnukökur. Ég er að stjórna hérna þessu fólki að gera pönnukökur. Þetta er sem þess að Hell's Kitchen.
hommar, eitthvað. Þú veist, það allt innu verður bara eitthvað allt sem að þeir gera svo hommalegt, sko. Svona sálfræðingurinn minn, eiginlega félagsmála fræðingurinn minn í fangelsinu, sko, sem að samt núna sálfræðingurinn minn, af því að alvöru sálfræðingurinn minn, hann bara í svona síðbúnu sumarfrí á Costa Sol. Nákvæmlega, svo náttúrulega, svo hef ég líka falsað ávísun og svo hef ég líka verið að svindla túristum. Þú veist, ég var alveg selt þeim ferðir upp í Hallgrímskirkju og selt þeim svona kattamat sem lundakæfu og svona einfalt gler sem tvöfalt gler. Og svo, já, sem bara, maður bara stolt af því sem maður Þannig ég er bara mjög stolt af því sem ég sko. Og þið eru allan velkomin bara í afmæli mitt á föstudaginn sem ætla að halda í Hofi.